Kæru vinir, það nákvæmlega þetta sem vinstri menn hræðast. Fullur salur af kraftmiklu fólki á öllum aldri sem hefur trú á sjálfstæðisstefnunni. En það eitt sem vinstri menn hræðast ennþá meira. Og það að Sjálfstæðisflokkurinn hafi hugrekki til að stíga inn í framtíðina og þori að gera breytingar. Það okkar að hræða úr þeim líftóruna. Ég svo lánsöm að vera nýkomin úr ferðalagi og þakka móttökurnar og gestrisnina allt land. Ég hitti frambærilega stelpu á Ísafirði, hana Unni Guðfinnu, sem 18 ára og hér á sínum fyrsta landsfundi. Hún orðaði hlutina svo umbúðalaust á fundinu með mér. Hún sagði, við sem værum í forystu flokksins þyrftum að hætta að segja og tala að aðalmarkmiðið væri að stækka Sjálfstæðisflokkinn. Ég sagði, býtu nú við, og svo hélt hún áfram, þið verðið að snúa þessu við. Þegar að tala miklu skýrar fyrir stefnu flokksins, þá kemur fólk tilbaka, þá kemur nýtt fólk og þá verður flokkurinn aftur stór. Og ég gæti ekki verið meira sammála en Unni Guðfinnu, verkefni okkar skýrt. Við eigum að tala skýrar fyrir sjálfstæðisstefnunni, vera óhrædd og stolt og sýna stefnuna í verki. Þannig verður Sjálfstæðisflokkurinn aftur stór, þannig náum við árangri fyrir Ísland. Það liggur í loftinu stór spurning hér í dag. Af hverju staðan í stjórnmálunum svona? Ástæðan ekki sú að vinstriflokkarnir hafi unnið glæsilegan kosningasigur. Ástæðan fyrir þeirri ríkisstjórn sem hefur verið mynduð frekar sú að fylgi okkar í sögulegu lágmarki og kjósendur höfðu ekki næga trú á okkur. Þegar svo verðum við að hafa kjarkinn til að viðurkenna að við getum engu öðru kennt en sjálfum okkur. En þá verðum við líka að hafa kraftinn og metnaðinn til að segja það í okkar höndum að laga stöðuna og við megum engan tíma að missa. Leið og við öxlum ábyrgð megum við ekki fara í niðurrif. Við megum aldrei verða okkar versti andstæðingur. Við megum aldrei leyfa öðrum að skilgreina Sjálfstæðisflokkinn, verk hans og sögu. Og það þess vegna hollt að líta tilbaka. Magnaðar framfarir liðinna aldar byggðust á sterkum Sjálfstæðisflokki í meirihluta ríkisstjórna þess tíma. Við lögðum grunninn að blómlegu atvinnulífi, jöfnum tækifærum allra stétta með velferðarsamfélagi sem við getum verið stolt af. Við ruddum brautina í utanríkis- og varnarmálum og framsýni Bjarna Benediktssonar eldri tryggði að við gengum í NATO sem hefur leikið lykilhlutverki að tryggja frelsi vestrænna þjóða. Sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf rutt brautina í þessum málum og þarf að gera það áfram. Við nú sem fyrr meðvituð mikilvægi þess að standa vörð frelsi, sjálfstæði og lýðræði. Og samhliða því þurfum við að treysta enn frekar varnir landsins. Það verkefni sem Sjálfstæðisflokkurinn þarf að leiða, líkt og hann hefur gert margoft áður og Þórdís Kolbrún fór svo vel yfir hér í dag. Við eigum líka að flagga þeim árangri stolt sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur náð undir forystu Bjarna Benediktssonar yngri. Við höfum lækkað skatta, greitt niður skuldir, afnumið tolla og vörugjöld og innleitt ný kerfi almannatrygginga eins og Bjarni rakti í ræðu sinni hér í gær. Við höfum selt eignir og losað Ísland úr viðjum hafta, landsmönnum öllum til hagsbóta. Við höfum staðið vörð atvinnugreinar sem byggja undir hagsæld okkar og lagt grunn að nýjum.
Og það ekki tilviljun að Guðmundur Fertram segi Ísland eitt af besta í heimi þegar kemur að því að lyfta hugmyndum stórhuga einstaklinga. Fyrir vikið stöndum við betur en flest öll nágrannaríki okkar. Atvinnan meiri, tækifærin fleiri, tekjurnar hærri og lífsgæðin miklu meiri. Bjarni, þetta átt þú. Og ég vil nota þetta tækifæri og þakka þér fyrir hönd okkar og minnar og þjóðarinnar allar fyrir ómetanlegt framlag í þágu stjórnmálanna. Við stöndum líka í þakkarskuld við Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur. Hún hefur gegnt embætti varaformanns í 7 ár og fjölda ráðherraembætta. Hún var utanríkisráðherra á miklum umbrotatímum í alþjóðastjórnmálum og gegndi því hlutverki með slíkum sóma að hún náði varla að loka á eftir sig dyrunum í utanríkisráðuneytinu áður en Evrópuráðið hafði skipað hana sem sérstakan fulltrúa sinn í málefnum úkraínska barna. Ég stolt af því að hafa verið samferða konunni með mörgu ráðuneytin og stóra nafnið og ekki síst hlýja hjartað á þessu ferðalagi okkar og ég hlakka til að halda því áfram. Takk Þórdís. Tölum stefnuna. Hver hún og hver munurinn á stefnu okkar og vinstriflokkana? Við vitum að sterkara efnahagslíf hvílir á öflugum atvinnurekstri. Öflug fyrirtæki, stór og smá, þurfa súrefni, fyrirsjáanleika og lægri skatta. Við verðlaunum dugnað. Hver stendur í vegi fyrir því? Jú, ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur sem ekki bara að fara að hækka skatta, heldur líka handvelja hvaða atvinnugreinar fá að blómstra og hverjar ekki. Við vitum að hér eru einstök tækifæri til að ýta undir hagvöxt, varðveita sjálfstæði okkar og einfalda regluverk. Hver stendur í vegi fyrir því? Jú, ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur sem ætlar að beita brögðum til að koma okkur hratt inn í Evrópusamband þar sem hagvöxtur sagnfræðilegt hugtak. Það kemur á daginn að planið var að fórna fullveldi okkar auðlindum og sjálfstæði með inngöngu í Evrópusambandið og við höfnum slíkum hugmyndum. Við vitum líka að unga fólki okkar vill eignast eigið húsnæði. Kröftug húsnæðisuppbygging krefst þess að við brjótum land og tryggjum framboð húsnæðis sem venjulegt fólk ræður við að kaupa. Hver stendur í vegi fyrir því? Jú, ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur og flokkur hennar í borgarstjórn sem ætlar á næsta áratug að hrúa á sama blettin 10.000 félagslegum íbúðum í alvöru. Og hver helsta rót verðbólgunnar undanfarin misseri? Jú, rétt. Nýjar íbúðir ekki í boði í langstærsta sveitarfélagi landsins nema í rándýrri þéttbyggðri steinsteypu með hálfu bílastæði á íbúð, hver á hálfan bíl, og heilstaks skuggavarpi og engum grænum svæðum. En þegar borgarstjóri Samfylkingarinnar talar reyndar græn svæði, þá eru það ekki svona láréttir grasballar eins og við þekkjum þá, heldur risastórir grænir kjötvinnslukassar ofan í íbúðablokk. Við vitum líka að það áfram verk að vinna í málefnum hælisleitenda. Og ég hef vitað það frá því ég var dómsmálaráðherra og lagði grunn að þeim mikilvægu breytingum sem gerðar voru á síðasta kjörtímabili. Við vitum að fella þar niður séríslenskar reglur og stórauka skilvirkni til að hraða málsmeðferð þeirra sem ekkert erindi eigi inn í landið. En hver stendur í vegi fyrir því? Jú, ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur sem segir að það sé búið að gera nóg. Við vitum líka að betri heilbrigðisþjónusta og stuðningur við aldraða byggist á því að efla heilbrigðisstofnanir okkar en ekki síður virkja tækni, nýsköpun og einkaframtak. Hver stendur í vegi fyrir því?
Jú, ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur sem nú þegar farin að bremsa verkefni sem síðasta ríkisstjórn sett af stað til að bæta þjónustu við aldraða einungis vegna þess að einkaaðilar koma að þeim. Við vitum líka að menntakerfið okkar þarfnast endurhugsunar. Við vitum að lýðræðisleg og upplýst umræða byggist á tjáningafrelsi og frjálsum fjölmiðlum og við vitum að það þarf að draga úr ríkisútgjöldum. Hver stendur í vegi fyrir því? Jú, ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur sem neitar að mæta augljósum áskorunum menntakerfisins, sem ætlar að refsa fjölmiðlum sem halda upp í málefnalegri gagnrýni og mun auka útgjöld. Það er ljóst að þessi ríkisstjórn stendur nú þegar á öndinni og ég efast að einhver þeirra kunna beita hæmlíkaðferðinni. Við stjórnarflokkana sem emja undan því að við veitum þeim eðlilegt aðhald, segi ég, afsakið, það sem þið hafi nú kynnst eru hveitibrauðsdagarnir. Við erum rétt að byrja. Við mætum sterk til leiks í stjórnarandstöðu, en við lítum hér í dag leið í eigin barm. Fjarvera Sjálfstæðisflokksins frá landsmálunum er ekki góð fyrir Ísland. Það vita íbúar í Reykjavík allt of vel. Ég sagði hér áðan að við mættum engan tíma missa. Nú hefst undirbúningur okkar af því að taka við keflinu á ný. Með skýra framtíðarsýn á grunni sjálfstæðisstefnunnar fáum við fólkið með okkur. En þá verða allir að geta treyst því að við tölum ekki til hægri og stjórnum til vinstri. Við þurfum að gera það sem við segjum og segja hvað við ætlum að gera. Þegar við segjumst ætla að minnka báknið, þá eigum við að minnka báknið. Þegar við segjumst ætla að einfalda regluverk, þá eigum við að einfalda regluverk. Og þegar við segjumst ætla að lækka skatta, þá eigum við að lækka skatta. Kæru vinir, tímabili dýrkeyptra málamiðlana við vinstri flokka er lokið. Við verðum að vera stórhuga. Og hvað á ég við með því? Ég hef trú á því að við getum stóraukið fylgi við Sjálfstæðisflokkinn. Erum við ekki sammála það að við höfum vítin til að varast? Hvort sem þær heita valkyrjur eða kryddpíur eða hvað annað sem vinstri vill kalla sig þessa dagana, að þá er sóknarfæri fyrir flokkinn okkar ef við höldum rétt á spilunum. Stefnan okkar þarf að ná utan veruleika ólíkra hópa. Heilbrigðisstarfsfólks, iðnaðarmanna, kennara, lögreglumanna, bænda, atvinnurekenda og launafólks og þannig mætti áfram telja. Og þegar ég horfi yfir þennan sal og sé breiddina í hópnum okkar og skynja líka þann kraft sem býr í ykkur, þá veit ég að við getum aukið fylgi flokksins verulega saman ef við tölum fyrir hugmyndum okkar af stolti og sjálfstrausti saman. Vandinn hefur kannski verið að of margir hafa verið hikandi að tala með okkur fyrir stefnunni og segja það kannski varla uppátt að þeir styðji Sjálfstæðisflokkinn. Einu sinni leið Brynjólfi Magnússyni, vini mínum frá Þorlákshöfn, þannig. Ekki lengur, hann er hérna í salnum í dag. En hann sagði mér nefnilega einu sinni að honum hefði þótt auðveldara að koma út úr skápnum sem samkynhneigður en sem sjálfstæðismaður. Og við hlæjum að þessu eðlilega, en það eru of margir sem hafa verið feimnir við að standa með okkur, fela stjórnmálaskoðanirnar og berjast því ekki með okkur fyrir stefnunni. Er það kannski af því að við höfum ekki barist nægilega hart fyrir henni sjálf?
Verkefnið í raun einfalt. Og það hefur engin orðað það betur en Ingvar okkar Eyfjörð í Reykjanesbæ fyrsta daginn á ferðalaginu mínu eftir ég bauð mig fram. Hann sagði réttilega að náttúran fyndi oft bestu leiðirnar. Verkefnið væri að skipa okkur í oddaflug. Sjáðu þetta fyrir ykkur. Hvítar álftir sem fljúga í kvöldhúminu í oddaflugi. Í sameiningu verður flugið öllum léttara, þær kljúfa loftið hver fyrir aðra og auðvelda sér og öðrum, þó ferðin sé löng, að komast á áfangastað. Ég tilbúin til að kljúfa vindinn með ykkur. Og kannski verður svolítill mótvindur, en ef við öll saman mætum honum ekki með hugrekki, ef við tölum stolt fyrir stefnunni, ef við tökum slaginn hvert fyrir annað og með hvert öðru, þá förum við sterkari saman í oddaflugi inn í framtíðina. Þegar ég gerði breytingar í stjórnkerfinu þá fór ég inn í nýtt ráðuneyti með skýra sýn og nálgaðist bæði verkefni og fólk með öðrum hætti en áður hafði verið gert. Með því að vinna markvisst til að fá fleiri í lið með okkur, skýra betur hvað þyrfti að gera og hvað mætti hægt að gera, kom í veg fyrir að kerfið þvældist fyrir nauðsynlegum breytingum stjórnmálamannsins, náði við mikilvægum árangri. Og það ekkert því til fyrirstöðu að við gerum sambærilegar breytingar í flokknum okkar. Við erum flokkur framtíðar og starfið þarf að endurspegla það. Flokkstarfið þarf að sýna breiddina í flokknum okkar, mæta ólíkum kynslóðum og gegna hlutverki í að endurnýja talsamband okkar við kjósendur. Það gerum við með því að stórefla liðseildina, styrkja félögin allt land, gefa fólkin okkar í sveitastjórnum meira vægi og auka samtalið og efla málefnastarfið. Og stöðugt eigum við að segja fólki allt land fyrir hvað við stöndum og hvað við erum að gera. Við eigum alltaf að vera í kosningabaráttu. Og auðvitað eigum við líka að breyta Valhöll í félagsheimilið okkar. Þar sem allir eru velkomnir og við opnum dyrnar og bjóðum upp á lifandi skoðanaskipti og viðvarandi stuðning við flokksmennum allt land. En við eigum líka að varðveita það sem við gerum vel og betur en allir aðrir flokkar. Og mig langar að þakka ykkur fyrir ómetanlegt framlag til flokksstarfsins. Verkefni núna að virkja og sameina flokksmenn alla og færa starfið inn í nútímann af því að þá stöndum við einfallega á sterkari grunni. Ég gekk í flokkin okkar af því ég hafði trú á frelsið og ég hef trú á Íslandi. Ég elska ástríðuna í þjóðarsálinni, fólkið, menninguna, tungumálið og mjög stolt af sögun okkar. Ég hreifst af stefnu Sjálfstæðisflokksins þegar vinstristjórnin var við völd eftir hrun. Þá hefur orðið kynslóðaskipti í flokknum og formaður okkar Bjarni var í sóknarhug í stjórnarandstöðu. Þá var augljóst fyrir mér, eins og mörgum fleirum, að vinstri var ekki svarið hvorki þá né nú. Og hér erum við saman komin, 2000 sjálfstæðismenn af landinu öllu á stærsta landsfundi flokksins frá upphafi. Og þegar ég stend hér á þessu stóra sviði með ykkur, þá eðlilegt að þið velti fyrir ykkur hver sé best til þess fallin að leiða flokkinn inn í nýja tíma. Flest ykkar eru líklega að velja á milli mín og Guðrúnar Hafsteinsdóttur. Og ég vona að þið fyrirgefið mér að ég segi að þar fara 2 góðir kvenkostir. Og það hefur varla farið fram hjá ykkur. Og það hefur varla farið fram hjá ykkur að önnur þeirra á lausu. En við erum margt ólíkar, en við eigum líka svo margt sameiginlegt. Og ég vil nota tækifærið og þakka Guðrúnu fyrir drengilega kosningabaráttu.
Sama hvernig fer, þá veit ég að það mun ekki standa á okkur að taka þátt í að þétta raðirnar og sameinast undir merkjum sjálfstæðisstefnunnar. Við þurfum að snúa bökum saman og hefja okkur upp yfir fylkingar og átök. Og þá er ég ekki bara að tala um samstöðu okkar hér sem hér erum, heldur samstöðu, samheldni, virðingu og stolt í þeim stóra og fjölbreytta flokki sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur alla burði til að vera. Kæru sjálfstæðismenn, Sjálfstæðisflokkurinn er alltaf stór þegar hann nær til ungs fólks. Leið og sá hópur leitar annað, fer að halla undan fæti. Fyrir áratug síðan stóð ég hér og ég spurði ykkur hvort þið treystuð ungu fólki til áhrifa. Þið svöruðu því játandi. En sjálfstæðismenn hafa reyndar margoft svarað þessari spurningu og valið sér unga leiðtoga. Bjarni Benediktsson eldri var 34 ára og sá yngri 38 ára, Davíð Oddsson 33 ára og Gunnar Thoroddsen 32 ára. Ólafur Thors var 42 ára þegar þessir mætu menn urðu borgarstjórar eða formenn flokksins. Þetta reyndust gæfuspor. Sjálfstæðisflokkurinn hefur sýnt það að það hefur verið farsælt þegar hann treystir ungu fólki. Nú er kominn áratugur síðan ég helgaði mig stjórnmálunum og Sjálfstæðisflokknum. Ég hef verið þingmaður í 9 ár og gegnt 2 ráðherraembættum og verið ritari flokksins okkar. Ég hef gefið mig alla í verkefnin sem mér hefur verið trúað fyrir. Ég er í stjórnmálum af ástríðu og ég nýt þess að eiga samskipti við fólk og kynnast störfum þeirra og lífi land allt. Þið þekkið mig einfaldlega og ég þekki ykkur. Og ég segi við ykkur, kæru vinir, reynsla er ekki aðeins mæld í árum, heldur ekki síður í því hvernig við helgum okkur þeim verkefnum sem við veljum okkur og hvernig við setjum okkur í spor annarra. Formaðurinn mun aldrei einn og sér endurspegla alla þá breidd sem þrífst í samfélaginu eða innan flokksins. En það er hlutverk formannsins að leiða saman ólíka hópa og ólík sjónarmið, hlusta og hafa burði til að virkja þá þekkingu og reynslu sem býr meðal sjálfstæðismanna. Kæru vinir, leiðin fram á við kallar á skýr skilaboð og sterka forystu til framtíðar. Við höfum val að staðna eða sýna hugrekki til að stíga næsta skref til framtíðar inn í næsta blómaskeið Sjálfstæðisflokksins. Ég er tilbúin til að leggja allt undir. Komiði með mér, verum stórhuga, frestum ekki framtíðinni, förum í nýja sókn á traustum grunni. Það er ekki eftir neinu að bíða. Tækifærið er núna fyrir Sjálfstæðisflokkinn og fyrir Ísland.